Kristinn Þorbjörnsson, getið þú eiginlega lofað mér fyrir leik að setja mark og þú stóðst í stóru orðin en það dugði ekki í jafntefli. Hvernig pínu svekkjandi? Bara gífulega svekkjandi, við lítum náttúrulega á þetta bara sem 2 töpstig og ekkert annað. Markið svona mjög að tryggja okkur í jafntefli en ég hefði viljað sigur. Hvernig fannst þér sterkt að þeir komið lendið 2-0 undir manni færri og þannig að það sterkt að koma tilbaka og jafna leikin og þeir voru nú grimmir í restina og hefðu kannski verðskuldað átt að ná að taka sigurinn í lokin. Já, ég held að allir sem hafa voru vellinum hérna í dag hafa séð að við vorum mjög líklegri hérna í seinna leik og fáum alveg ég veit ekki hvað marga sénsa en það vantaði kannski svona aðeins skæði að loka touchið í þetta til þess að pota boltanum við línuna en auðvitað bara gífulega svekkjandi. En það þýðir samt ekkert að svekkja sér lengi nú og bara næstu verkefni? Nei, nú náttúrulega bara stórleikur á 5. móti KA og ég held að allir í liðinu séu klárir í það verkefni og ef við mættum ráða þá væri sá leikur bara að spila núna eftir. Þannig að þeir hlakka til þess leikjar? Alveg klálega, þetta bara það sem menn bíða eftir. Getið takk fyrir og gangið vel. Takk. Páll Óðinn Gíslason, Palli, þetta verður nú að segja svo, þetta pínu svekkjandi í dag. Já, fyrirfram þá erum við að fara að ná í 3 stig, það alveg ljóst. En við komum okkur í það stöð að vera manni færri og 2-0 undir. Liðið kom sterkt tilbaka þá. Já, þess að segja skilur við, auðvitað hefði viljað vinna hann leik þráttur öll þessi atriði sem að koma upp að við missum hann út á lendum 2-0 undir og allir pakkin. En síðan missa þeir líka mann og svo annar mann og þá skyndilega við áttum inn fleiri og í jafnri stöðu og náum ekki að klára það þáttur að séu 10 mínútur kortir eftir. Svektum með það að við hefum ekki náðu að klára það hefur verið sætt að koma tilbaka eftir að við 200 undir og vinna þetta. Þannig að þetta eru klárlega 2 töpustig að við teljum og við erum hundsvektir með þetta en samt karakter að brotna ekki og ná að jafna og fá þá að missa kosti 1 stig. Og einmitt þegar það eru svona að falla kannski svona vafasami dómar þá svona verið menn svona pínu svektir hérna eins og í stúkunni en það bara að horfa fram á veginn. Já, við reynum að horfa alltaf náttúrulega fram á veginn en fótboltaleikur sem fer fram og það fara allir svektir af velli hvort sem verður við eða ég og ég reikna með dómarinn sem svektir líka þannig að þetta var kannski ekki alveg eins og við höfum að venjast að það sé að minnst kosti fagnað í einu herbyggja af þessum 3 menn ég held að sé hvergi fagnað eftir þennan leik. Palli, takk fyrir og gangi vilja í næsta verkefni. Takk fyrir það.